Já, komið sæl. Ég vil nú byrja að breyta hérna nafninu. Ég heiti Björn Stephensen. Þannig að það sé á hreinu. Já, ég ætla að fjalla hérna landupplýsingar í skógræktarrannsóknum. Ég ætla nú að tvískipta erindinu. Annars að fjalla svona þau gögn sem svona við höfum haft og munum hafa til framtíðar og svo fara hans í gegnum svona hvernig ýmis gögn hafa verið notuð í rannsóknum í skógrækt. Byrjum á því, hvað eru landupplýsingar og hvað greinir landupplýsingar frá öðrum upplýsingum? Þetta náttúrulega upplýsingar land og við erum alltaf með tilvísun í einhverja staðsetningu. Það náttúrulega þetta sem greinir á milli. Síðan erum við með einhverjar ítar upplýsingar viðkomandi staðsetningu sem lýsa fyrirbærinu nánar. Dæmi landupplýsingar eru kort af skógum Íslands, svona sem dæmi. Þetta var náttúrulega bara listaverk á sínu tíma, hérna gömlu herforingjaráðskortin og ofboðslega vel gerð kort og voru notuð lengi vel og eru stofust á örugglega á mörgum heimilum. Hérna sjáum við til dæmis Aðaldalshraun. Þetta rauninni fyrsta birkiþekjan af landinu sem svona sýnd í heild á þessum kortum og hérna sjáum við síðan rauðu flákana, það er birkið eins og það hefur verið kortlagt í dag. Annað dæmi eru AMS og DMS kortin. Þess má geta að það voru dönsk herforingjaráðskort sem voru gerð hérna í upphafi aldarinnar. Þetta voru amerísk kort. Þannig að við vorum svolítið að fá aðstoð frá útlöndum við að byggja upp okkar landupplýsingagrunn þarna langt framar öldinni og þess má geta að vektorgagnagrunnur landmælinga byggir að töluverðu leyti á þessum gömlu kortum. Þó þið séu náttúrulega alltaf að uppfæra með betri upplýsingum og þá hérna þessi ISVA 50 grunnur, hann mikið til byggður á þessum kortum. Þannig að ennþá rauninni verið að nota þessi kort og þennan grunn sem við fengum að utan. Síðan taka nú landmælingar við keflinu og fara að taka loftmyndir svona eftir stríð og mér finnst þetta svolítið skemmtileg mynd sko því að Öskjuhlíðin nú verið aðeins í umræðunni. Þar verið að fella tré að þau eru svo há en hérna sjáum við mun á hérna loftmynd annars vegar sem tekin árið 1977 og svo hins vegar loftmynd sem tekin núna nýlega og svo þegar við leggjum hérna rauðu kortlæginu yfir þá sjáum við bersýnilega munin sem þarna á þessum tveimur myndum. Við getum líka að skoða og loftmyndir eru náttúrulega bara það tæki sem við notum mikið og hérna sjáum skógana býsna vel á þessum myndum. Annað dæmi Þórsmörkin. Þar hefur klárlega orðið mjög mikil breyting og við sjáum það nú á þessum tveimur myndum þegar við leggjum rauðu línunar yfir og önnur þessi eldri svarthvíti tekin árið 1960 en hinn mjög nýleg og þess má geta við Bjarki við gengum hérna alla Þórsmörkina 2012 eitthvað svoleiðis og 10 og kortlöðum allt birki þar og þarna sjást mjög vel breytingarna sem hafa orðið hérna á aurunum. Þannig að það er þetta að sjá sögulega mikla breytingar með svona gögnum aftur í tíman. Síðan þetta kannski svona þessi framtíðamúsík, drónamyndir, þetta náttúrulega það nánast veit hvert mannsbarn hvað drónar í þetta mikið umræðinu
En þetta ekki bara skemmtitæki sem selt í Toys R Us eða eitthvað, þetta líka notað og hægt að nota í ýmiss konar rannsóknum og þetta hefur aukist mjög í kortlagningu og ýmsum landupplýsingagreiningum á síðkastið víða heim og það mjög ör þróun í þessari tækni, afskaplega ör og kemur til með að nýtast okkur í skógræktargeiranum til ýmissa nota eins og í kortlagningu skóglendis, áætlanagerð nýrra skógræktarsvæða. Það þetta notað til að meta hæð og kolefnisforða skóga og svo náttúrulega síðast en ekki síst bara til ýmissar fræðslu og kynningar á skógum landsins, afskaplega gott tæki í það. Hérna sjáum við mun á drónamynd og loftmynd og hérna vill ykkur giska á hvað þetta Þröstur, þetta í Ásbyrgi, þetta hérna þjónustustöðin þar. Já. Þannig hérna sjáum við svona mun á þessum tveimur myndum, þetta annars vegar 5 cm upplausn og 50 cm upplausn. Hver sentimeter á myndinni þá 3,5 meter. Síðan gervitunglamyndir af ýmsu tagi sem hafa verið notaðar til skógræktarrannsókna víða heim í langan aldur og þar einmitt innrautt band sem nemur blaðgrænuna í gróðrinum, þannig að það hægt að gera ýmsar greiningar þar. Hins vegar hafa verið gerðar slíka greiningar á Íslandi. Við sjáum hérna Nýtjalandsflokkunina sem hérna lengst til vinstri og eins og við sjáum hvað birkiþekjan leggst beint ofan á, að þá það ekki að því hversu vel til tókst að kortleggja að fjarkanna birkið, heldur notuðu bara þekjunum sem var. Og það var náttúrulega bara vegna þess að reyndist afskaplega erfitt að flokka skóglendi frá, það var rauninni ekki nema bara þessir stærstu skógar sem var hægt að kortleggja. Þannig að það hefur ekki gengið kannski sem skildi hinga til en það eru mjög miklu möguleikar í þessa veru og við gefumst ekki upp. Í síðustu viku kynnti Náttúrufræðistofnun Íslands sem Arnór kom aðeins inn á hérna áðan nýtt vistgerðarkort af Íslandi sem samanstendur á 105 vistgerðum. Nú þetta einmitt svona dæmi fjarkönnunar upplýsingar, landupplýsingar sem aflað og þetta 5 metra upplausn sem þýðir að þetta mjög nákvæm gögn. Og þetta getur gefið okkur ýmis konar möguleiki skógræktarrannsóknir vegna þess að þessar vistgerðarflokkar eru meðal annars byggðir út frá því í hvers konar loftslagi þær eru þessar vistgerðir. Þannig að þar erum við komið tengingu inn í mögulega svona ýmsar greiningar sem við gætum skoðað og þá þetta auðvitað að setja saman flokka og alla veg og ég nú búinn að fá grunngögnin og hendi þessu saman svona í kort bara þetta sem sagt þessi vistgerðarflokkun, þarna skellti ég bara saman ákveðnum flokkun þannig að þetta nú ekki mjög kaótískt í framsetningu. Og hér sjáum við þá stækkað svæði og við sjáum skóginn á Mógilsá og í heiðmörkinni. Þeir taka bara skógaþekjunni í heilu lagi og svo sjáum við þéttbýlið og svo framvegis. Þannig að þetta eru afskaplega mögnu gögn að segja. Þannig að við getum notað þetta og góð viðbót við þessa flóru landupplýsingar sem við höfum á Íslandi í dag. Síðan það hæðalíkan af Íslandi. Þetta náttúrulega eiginlega bara bylting, það ekkert öðruvísi. Þökk sé Barack Obama. Hann tók forseta ákvörðun þess efnis að hæðalíkan yrði gert af öllu norðurhveli jarðarinnar. Takk fyrir. Og Ísland var valið sem prufusvæði
og það gengur gögn á milli NASA og starfsmanna Veðurstofan og Landmælinga Íslands í því skyni að leiðrétta villur í gögnunum. Og hæðalíkanið tilbúið, ég hef nú fengið það í hendurnar, og það afhendið tvenns konar útfærslum, annars 5 metra upplausn í fleti fyrir allt landið og svo 2 metra upplausn sem eru þessi grunngögn sem náttúrulega alveg ótrúlega mögnuð gögn af því að hæðarupplausnin í sentimetrum, þannig að við getum nánast séð skóga út frá þessu og við getum séð ýmiss konar dældir, frostpolla og hitt og þetta. Þannig að þetta býður alveg upp á alveg nýjar nálganir í ýmsum greiningum. Hér sjáum við hæðalíkan í 20 metra upplausn, gamla hæðalíkanið frá Landmælingum og nú ætla ég að leggja hitt ofan á og þá sjáum við munin. Þarna sjáum við bara hvert einasta hús. Þannig að þetta það sem við erum að tala um. Þetta er alveg algjörlega ótrúlega möguleika sem felast í notkun þessara gagna. Og þetta hægt að gera ýmiss konar módel yfir halla og hallastefnu, líkind á frosthættu, finna góða útsýnisstaði, að gera nákvæmt þrívíddarlíkan, flóðahættulíkan. Þetta mjög flottur grunnur undir staðfræðikort þegar maður að gera eitthvað flott kort, hvort sem fyrir áætlanir eða hvað sem það og svo þetta margt fleira. Og hérna bara dæmi hvernig hægt að lyfta landinu upp og birkiþekjan komin ofan á sem svona skrafering og síðan þetta að gera hallalíkan og hérna sjáu þið líka einmitt sem mjög gaman að sjáu þið tindana sem koma hérna upp úr, þetta eru villur í líkaninu og það einmitt eitthvað sem þeir eru að vinna í. Þetta ekki fullbúið en þetta eru þættir sem eru ennþá að kasta á milli sinni. Þeir ákveða engu að síður að koma þessu út þannig að fólk gæti minnst vera að nota þetta fyrir þau svæði þar sem eru villufrí. Og svo þetta að gera svona staðfræðikort og þá maður komið með allar dældir og verður þetta afskaplega skýrt og flott. Nú, þá ætla ég að koma svona aðeins að þessum rannsóknum. Þetta notað í Arnór nefndi hérna áðan íslenska skógarúttekt og ég ætla svona aðeins að fara í svona hvernig landupplýsingar koma við sögu og ýmsum verkefnum og rannsóknum. Og íslensk skógarúttekt þar landupplýsingar þekja yfir rækta skóglendi notuð og þar eru við með landfræðilega útbreiðslu og flatarmál. Við erum með aldur og hæð, við erum með gróðursetta tegundir eftir reitum og ýmsar aðrar upplýsingar. Og svo erum við með birkið og við kortlegum allt birkið hérna árunum 2010-14 sem örugglega flestir þekkja. Þetta var nú kynnt vel hérna fyrir 3 árum. Og þar erum við með landfræðilega útbreiðslu og flatarmál náttúrulegt birkis, hæð og aldur og þekju og þar við greinum á milli núverandi hæðar og hæðar fullvaxta birkis. Og hérna sjáum við þá kort, nýtt kort af skóglendi á Íslandi, gulu flekkirnir náttúrulegt birki og rauðu rækta skóglendi, 192.600. Við nálgumst 2%. Það spurning hvenær við náum því. Það verður kannski fyrr en varir. Hérna ætla ég að sýna hvernig við notum þetta. Við erum þá með þekju yfir útbreiðslu birkis og ræktaðra skóga og svo erum við með þetta kerfi, það að segja net sem þú varst að koma inn á áðan af hverju skógurinn væri ekki inni. Þarna kemur með það að þetta er svona systematískt random grid með 500.000 metrum á milli í ræktuðu skógunum og 1500.000 metrum á milli punkta í birkinu og þar sem þetta lendir á kortlögðum reitum
að þar förum við og gerum mælingar. Og þar einmitt sjáum við hérna hvernig þetta lendir inn í reitum og þá sjáum við hérna einmitt þessa sem búið að setja hring í kringum, að þarna einmitt förum við og bláu punktarnir eru þá í ræktuðum skógum og þessi guli eru þá hérna í birkinu og þarna sjáum við hvernig þetta raðast og þegar við erum búin að leggja þetta net út þá er þetta allt sett inn í GPS-tæki og við röltum á stað og við förum í mæliflötun og mælum, við mælum öll tré í 200 fermetra mælifleti yfirleitt og svo tekur nú bara Arnór við öllum sveimunum og hann bara skrifar eitt stykki skýrslu og þetta gerir hann á hverju ári. Þannig að þetta ferillinn svona í mjög grófum dráttum. Skógræktarskilyrði og hitavatnslíkön, hér eru svona ýmis verkefni sem maður hefur svona oft töluvert að þessu svona gæluverkefni okkar Þorbergs Hjalta, þar sem við verið að gera ýmislegt, mjög skemmtilegt, möguleg birkimörk á Sprengisandi, skógræktarskilyrði út frá hitafari og þarna eru rauðgrænimörk notuð, þarna eru við með hitasumu og daggráður notar, þetta kom fram í skýrslu hérna nokkrum árum og hér er einmitt möguleg útbreiðsla birkis árið 2008. Þetta eru birkimörk, þetta er bara út frá þeim hita sem var það ár. Áætlanagerð og endurkortlagning, hérna sjáum við dæmi ný kortlagningu og svo eldri kortlagningu og hérna sjáum við með skóg sem er ókortlaður. Þetta er dæmi endurkortlagningu Eyjafirði sem þarf að fara í og svo er ýmis kortagerð. Birkjum landnám, það sem er búið að draga frá votlendi vötn ára jökla. Landgæði til skógræktar, það er að segja betri svæði og síðri svæði. Þetta er svona greining frá okkur Þorbergi og hentug ræktunarsvæði fyrir aspaskóga og svo frosthætta í ágúst. Þannig að þetta er ýmislegt og svo hérna erum við með eldvarnarkort og hlutfall skóglendi í Eyjafirði neðan 400 metra. Þannig að þetta kemur mjög víða við eins og þið sjáið og er mjög ríkur þáttur og með bættun landupplýsingagögnum skapast nýjir möguleika til að fá betri yfirsýn yfir skógrækt á Íslandi, núverandi stöðu og mögulega. Og svo vil ég að lokum aðeins benda á vefsjá Skógræktarinnar, næstu búin að segja ríkisins, Skógræktarinnar, að þar getið þið nálgast vefsjá yfir bæði birki, yfir ræktaðaskóga og skóglendi í heild sinni. Og einnig er hægt að nálgast þarna upplýsingar grunngögnin sem getur hlaðið niður. Þetta er sem sagt þá eins og þið sjáu vefsjána, eflaust hafa mörg ykkar skoðana. Takk fyrir.